Þegar ég nota sömu síðu oft gott að bókamerkja hana. Þá finn ég hann alltaf strax aftur án þess að þurfa að leita. Og til þess að setja bókamerki þá þarf ég að vera með síðuna opna og ýti ég á stjörnuna hér uppi. Smelli á hana og koma upp nokkrir valmöguleikar. Ef ég vil ekki hafa nafnið svona stórt þá get ég breytt í. Og hér í þessu glugga get ég valið Bookmarks Bar eða All Bookmarks. Þær síður sem ég nota næstu í daglega myndi ég setja hér á Bookmarks Bar. Það þetta svæði hér fyrir ofan og þá auðvelt að smella. Og ef ég notaði aðeins sjaldnar en samt nógu oft til þess að vilja muna eftir þeim, þá ýti ég hér á All Bookmarks. Og Google Drive nota ég svo oft að ég ýti á Bookmarks Bar og segi done. Þá birtist það hérna. Þannig að næst ef ég inn á einhver annari síðu eða að leita, til dæmis gera nýjan flipa, smelli ég hér og þá fer ég á Google Drive mitt. Ef að þetta svæði hérna ekki virkt og ég sé ekki bókamerkin, þá þarf ég að fara hér í þrípunktinn, smelli og þá kemur þessi listi og ég fer hér í Bookmarks and Lists og hérna í þriðja efsta vel ég Show Bookmarks Bar. Ég með þetta virkt, þess vegna stendur hide en ef ég slekka á þessu, þá hverfur listinn og hér birtist hann. Þau sem ég nota oftast, eins og núna til dæmis þetta, ætla ég að hafa á Bookmarks Bar og til dæmis Classroomið. Þau þá öll komin hingað. Síðan gæti verið önnur eins og kannski leitir í bókasafninu. Ég vil hafa það vera fljótt að finna það en ætla að hafa það í All Bookmarks. Máli til dæmis, þar sem að maður getur séð hvernig rörður stafsett eða hvernig beygjast. Hafa það líka hérna í All Bookmarks og Mentor. Þannig, og til þess að sækja þau seinna, þá færi ég hér í All Bookmarks, smelli og þá þau hér inni.